Gott kvöld og verið velkomin í Ísland í dag. Það er óhætt að segja mikið hafi gengið á í heimi stjórnmálanna í dag. Ríkisstjórnin er fallin og óvíst er framhaldið. Geir H. Haarde forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins er sestur hjá Kristjáni Má Unnarssyni til að fara yfir þessi mál. Velkomin. Ég vil fyrst byrjaði að fá viðbrögð frá þér við því sem forseti Íslands, hans framlagi hér á Bessastöðum síðdegis, hann setur skilyrði. Hvað finnst þér þessi viðbrögð forsetans? Það liggur nú alveg fyrir að hann getur ekki sett neinn formleg skilyrði. Hans hlutverk er að sjá til þess að það verði mynduð hér ríkisstjórn sem hefur meirihluta Alþingis á bak við sig, ellegar ríkisstjórn sem ekki hefur meirihluta á móti sér. Og þetta er verkefnið sem að formenn stjórnmálaflokkana eru núna að takast á við. Þeir munu allir funda með forsetanum í dag eða kvöld og síðan tala menn saman. Öðru leyti er aðkoma forsetans ekki nein sérstök að svona stjórnarmyndun. En hann setur enga síður skilyrði og hann lýsir því yfir að þú hefur ekki lengur þingrofsvaldið. Ertu sammála því? Það er lögfræðikenning sem ég hef ekki heyrt áður og ég vísa til þess sem að Sigurður Líndal var enda við að segja hér í þættinu hjá þér, að það gæti verið óæskilegt eða óskynsamlegt fyrir starfandi forsætisráðherra að beita þingrofsvaldinu, en það samkvæmt áliti hans er ótvírætt fyrir hendi og það er nú það sem almennt hefur verið talið meðal lögfræðinga. Þannig að þú lítur svo á að þú hafir enn þingrofsvaldið. En það að hann skuli setja með þessum hætti 4 skilyrði, er hann að fara út fyrir valdsvið sitt? Ég tel að hann sé með þessu að gera grein fyrir því hvað hann telji æskilegt að liggja að baki nýrri ríkisstjórn, en auðvitað hefur hann enga aðstöðu til að fylgja eftir skoðunum sínum í þessu. Það eru stjórnmálafóringjarnir sem að eiga að sjá til þess að það sé myndu hér starfhæf stjórn og þá skipta enga skoðunir forsetans ekki máli. Það má rifja það upp að því fórasta Sjálfstæðisflokksins lenti í átökum við forsetan þegar hann synjaði fjölmiðla lögunum staðfestingar árið 2003 eða 2004. Er hann að gera ykkur aftur skráfiðu? Nei, ég held að hann sé ekkert að beina þessu sérstaklega til Sjálfstæðisflokksins. En ef það verður myndu hér í annarra flokka ríkisstjórn, en svo virðist nú með að ykkar fréttir leiki í loftinu, að þá á þetta ekkert síður við hana. Nei, við tókum eftir því að Ingibjörg Sólrún var að koma að Bessastöðum og hún virðist hafa lagt fyrir forseta eða boðið sér fram til þess að taka þátt í ríkisstjórnarmyndun, þá vinstri stjórn með stöðningi, þar að segja stjórn Samfylkingar Vinstri grænna og þá með hlutleysi eða bakstöðningi annarra, Frjálslyndra og Framsóknarflokks. Sýnist þér svo ríkisstjórn liggi í loftinu? Það má vera að hún gerir það. Ég auðvitað hef ekki hugmynd um það hvað þau hafa verið að tala saman. Auðvitað læðist þannig að manni sá grunur að þó að forystumennirnir sjálfir, formenn flokkana hafi ekki verið að tala saman auðvitað, þá hafi einhverjir aðrir verið að því. Í það minnsta vekur það ákveðna grunnsemdir hjá mér að eftir öll samtöl okkar undanfarnar vikur þessi mál og málefnalega atriði sem við erum að taka afstöðu til, að þá skulle allt í einu dúkka upp í gærkvöldi skilyrði það að Samfylkingin taki stjórnarforystuna, eitthvað sem heitir í verkstjórnarvald. Samkvæmt frasa Samfylkingarinnar er í daglegu tali og samkvæmt íslensku stjórnskipan kallað forsætisráðherraembættið. Þau fara fram á það að fá það embætti. Það var alveg ný krafa af þeirra hálfu í gær og aldrei borið á góma í okkar samtölum, en er greinilega sett fram sem óaðgengilegt skilyrði. Það þau hljóta hafa vita það að við getum ekki gengið að því, og svo fylgir þessari frásögnum það að sem greinilega er beint að núverandi forsætisráðherra að hann hef ekki haft nú góða verkstjórn. Það hef ég heldur ekki heyrt frá þeim áður kvartanir það efni. En telur að Samfylkingin hefði sett fram svona skilyrði á þess að hafa nokkurn veginn trygga aðra stjórnarmynduna, að hún hafi rauninu verið búin að ganga óformlega frá því að hún hefði aðra leið? Hefur hún sett svona hörð skilyrði? Ég get ekki svarað því, en ég tel ólíklegt að hún hefði nú gert það, en það má benda á það vegna þess að það er mikið búið að tala breytingar og stjórnkerfið og mannabreytingar í ríkisstjórn. Það fyrir jólin lá fyrir af okkar hálfu alveg ákveðin tillaga breytingar í ríkisstjórninni og samfara því aðra stjórnkerfisbreytingar sem að hinn breytta ríkisstjórn myndi þá kynna eftir áramót. Þá miðaðist það við mannabreytingar í ríkisstjórninni á gamlársdag. Og þar með hefði, það var til dæmis á þá leið að við bauðum formanni Samfylkingarinnar, ég bauð henni það að verða fjármálaráðherra, sem næstu valdamesta embættið í ríkisstjórninni, og það
Áreiðanlega eitt af því sem er valda mest við núverandi aðstæður en auðvitað mikil áskorun þegar þarf að takast á við mikið af vandamálum. Og ég gerði þetta vegna þess að ég taldi að hún auðvitað myndi valda því mjög vel, að hún myndi verða góður fjármálaráðherra, en það myndi jafnframt þétta stjórnarsamstarfið og gera það svona líklegra til að halda lífi til út kjörtímabilið. En því miður að þá treysti Samfylkingin sér ekki til þess á þeim tímapunkti að fallast á svona breytingar, og fyrir því kunna vera alveg frambærilegar ástæður sem að lúta að einstökum haugum einstakra persóna, sérstaklega hennar. Þannig að við gerðum engan ágreining það að fresta því eða við töldum það var alveg lögmæt skýring, en þetta lá á borðinu. En Samfylkingin segir núna að það ekki bara verið spurningum hver þetta leiða ríkisstjórn, heldur líka þessi krafa sem finnst hafa verið ófrávíkjanlegt skilyrði að það yrði skipt út í Seðlabankanum, og það strax. En þið virðist ekki hafa getað fallist á það? Sko, við höfum verið að vinna að því að það verði gerða lagabreitingar bæði á Seðlabanka og Fjármálaeftirliti og þessar stofnanir hugsanlega sameinaðar að öllu eða einhverju leyti. Við erum með erlendan sérfræðing sem að vinna í þessu fyrir okkur. Við erum með ráðgjöf frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum í þessu efni. Við höfum talað það, formaður Samfylkingarinnar og ég, að slíkt þetta gerst í febrúar. Þau hafa sjálf, Samfylkingin beitti sig fyrir því í gær að stofnun sem heyrir undir Samfylkinguna, þar að segja viðskiptaráðuneytið, þar að segja Fjármálaeftirlitið, þær yrðu mannabreitingar. Hvenær? Frá með 1. mars. Af hverju á að gera aðrar kröfur í Seðlabankanum heldur en í Fjármálaeftirlitið? Hefurðu rætt þetta við Davíð Oddsson? Ég hef auðvitað talað heilmikið við hann. Og er hann tilbúinn að ganga út? Hann er í stofnun sem heyrir undir forsætisráðuneytið. Það veit ég ekki en ef það breytt lögum, þá náttúrulega verða allir að lúta því, og það ekkert staðið. Varst þú sjálfur tilbúinn að koma honum frá? Ég get ekki talað þetta með þessum hætti. Þetta snýst ekki að koma einhverjum einstaklingum frá, og ég hafði enga sérstaklega þörf fyrir það, og væntanlega ekki Samfylkingin að koma Jónasi F. Jónssyni persónulega frá, en það liggur nú greinilega ekki mikið á því. Jónasi forstjóra Fjármálaeftirlitsins. En ég tel hins vegar að það sé verið að búa hér til ágreining, bæði þetta atriði og önnur sem að engin ástæða til að ætla ekki hefði verið hægt að leysa. Eitt af þessu sem Samfylkingin var að nefna í gær var það að krafa það að það yrði haldið við efnahagsáætlunina með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Sjálfsögðu, það þarf ekki að gera þá kröfu til okkar. Við erum auðvitað þeir sem berum ábyrgð á framkvæmd þessarar áætlunar, hún heyrir undir mig. Já. En nú virðist ykkar samstarf springa með látum, og það eru strax ásakanir á báða bóa. Munið þið nokkuð geta myndað ríkisstjórn? Nei, það er ekki að springa með látum. Eina sem ég sagði í dag var það að Samfylkingin í tætlum, það blasir við öllum. Það sem gerðist meðan að formaður flokksins var í burtu af persónulegum ástæðum, að þá verður eitthvað svona óöld í Samfylkingunni. Þar eru auðvitað allskyns flokksbrot, þetta eru raunverulega margir flokkar, og það síður upp úr hérna í Reykjavík, og formaðurinn nýtur ekki þeirra samstöðu sem hann þarf á að halda í þessu starfi, og ég tel að flokksfólkið í Samfylkingunni hafi brugðist formanni sínum á meðan hún var í burtu, og mér finnst þetta með ólíkindum, til dæmis hvernig varaformaður Samfylkingarinnar gengur fram gegn ríkisstjórninni sem að formaður flokksins situr í og tók þátt í að mynda á sínum tíma. En nú virðist vera í burðarlegum vinstri stjórn blasir ekki við að þeir flokkar stefna að ríkisstjórnarmyndun að loknum kosningum, og þeir verið settur út í kuldann. Ég veit það ekki, hver veit það? En nokkuð í spilunum að þið endurnýið ríkisstjórn? Ef þeir mynda ríkisstjórn, þá þurfa þeir ekki einu svona búið til kosninga, þeir geta setið út kjörtímabilið, það er enginn sem hefur ekki verið formulega tekin ákvörðun um kosningar. Þannig að ný ríkisstjórn hefur það í hendi sér og getur ákveðið allt það. En auðvitað fer það eftir kosningaúrslitunum, hvaða ríkisstjórn verður myndu hér. En finnst þér líklegt að þið getið náð að mynda ríkisstjórn með Samfylkinguna aftur eftir það sem að gerast hér í dag? Það er alveg ómögulegt að segja. Það er kannski ekkert mikla líkur á því með stöðun í dag, en ég ítreka það sem ég margsagt. Ég tel að formaður Samfylkingarinnar sé heiðarlegur og góður samstarfsmaður, og það hefur gengið vel að vinna með henni. En hún hefur haft mjög ótryggt og órólegt bakland, svo ekki sem meira sagt, bæði þingflokknum og annars staðar í flokknum. Þú viðraðir hugmyndu þjóðstjórn, mér skilst að það hefði bara verið örstuttur fáramínuna fundur þá hugmynd sem þú átti með þeim 3:30 í dag. Ég sagði það ekki allt, það er engin áhuga á því. Nei, sáfundur var ekkert þjóðstjórn. Ég bað formenn flokkana alla að koma að hitta mig 2:30 áður en að þingfundurinn byrjaði, til þess að við gætum aðeins ráðum okkar í ljósi þeirra nýju stöðu sem upp á komin. Það þarf að ræða nýjan kosningadag. Það fellur að vísu í hlut nýrrar ríkisstjórnar að ákveða hann hvenær á að kjósa, ef það verður gert í vor.
og svo þar eru náttúrulega svona hlutir sem að formi flokkana þurfa að tala um, en það var engin sérstök dagskrá varðandi þjóðstjórn, enda það mál ekki á höndum formanna flokkana núna, það í höndum forseta lýðveldisins. En ef það verður hér til stjórn Samfylkingar og Vinstri grænna með þá stöðningi Framsóknarflokks eða fleiri, heldur hún náið saman málefni? Verður það mér mjög til efsa hún geri, en það bara afskaplega mikilvægt núna að hverju svo sem sitja við völd, að þá fari þessi lest sem við erum í ekki út af sporinu. Þá ég fyrst og næst að tala efnahagsáætlunina sem við erum að vinna eftir með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Ég treysti því nú að Samfylkingin tryggi það að það verði ekki hoppað frá þeirri stefnu sem náttúrulega efnahagsstefna ríkisstjórnarinnar þessar mundir. Á því máli hangir tiltrú Íslands út á við, hanga lánamöguleikar okkar í útlöndum, hjá öðrum Norðurlöndum meðal annars, hugsanlegur áhugi fjárfesta á því að koma hingað til lands eða halda áfram að fjárfesta hér og svo framvegis. Óendanlega miklir hagsmunir. Kæra Haarde, forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, ég þakka fyrir komuna. Takk fyrir mig. Já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem kunnugt nýkomin að fundi forsetans á Bessastöðum og Steingrímur J. Sigfússon þar á þessari stundu. Formenn þingflokka þeirra, Samfylkingar og Vinstri grænna að koma sér fyrir hjá Kristjáni Má hér fyrir aftan mig. Það þeir Lúðvík Bergvinsson og Ögmundur Jónasson, en flestir spáðu að flokkar þeirra séu við það að mynda ríkisstjórn. Við skulum sjá hvað þeir hafa að segja stöðumála þegar þeir eru sestir hér fyrir aftan. Já, þeir eru bara að setja þetta og velkomnir. Takk. Mér sýnist á öllu að þið séu að fara saman í ríkisstjórn. Mér sýnist á öllu að á Bessastöðum séu menn að ræða allt aðra hluti. Það verið að kanna möguleikan á því að myndi verið hér þjóðstjórn. Þetta hugmynd sem að við höfum ljáð stuðning og erum tilbúin að skoða og erum engan veginn að slá út á borðinu. Við viljum fá niðurstöður í það mál áður en lengra verður haldið. Þannig að ykkar fyrsti kostur þjóðstjórn ekki tveggja-flokkastjórn ykkar með stuðningi Framsóknarflokks. Okkar fyrsti kostur að tryggja að framfari alþingiskosningar hið allra fyrsta, þannig að fram geti farið lýðræðislegt uppgjör og að þjóðin veiti nýrri ríkisstjórn umboð til að móta hér línur til langs tíma. Og það nokkuð sem að þarf að bera undir þjóðina í lýðræðislegum alþingiskosningum. Síðan hitt sem að við leggjum áherslu á. Það að gripið verði til bráða aðgerða til varnar heimilum og fyrirtækjum í landinu, að kallaði verði til sögunar erlendir sérfræðingar okkur til aðstóðan, okkur sem á hefur skort. Með öðrum orðum, við viljum tryggja kosningar hið allra fyrsta, við viljum enga síður skapa svigrúm fyrir ný framboð til að koma fram og flokkonum til að skipa á lýðræðislegan hátt á lista, svona í samræmi við kröfur dagsins og bráðaaðgerðir. Þetta það sem við erum að beita okkur fyrir og síðan metum við það einfallega hvaða flokkar það eru ef til kæmi sem eru tilbúnir að ganga til þess verks. Ef það þjóðstjórn sem að tryggir aðkomu allra flokka. Nú hefur heilt Ingibjörgu Sólrúnu tala og Haarde tala. Þjóðstjórn ekkert raunhæf. Já, ég ætla ekki að segja neitt mikið og afgerandi það. Og þinn formaður efast það í þinginu í dag? Já, þetta ekki mjög traustvekjandi að hlusta á þeirra tal, það alveg rétt. Með mér að bara draga sína lærdóma þeirra orðum, en ég bara leggja áherslu á að við erum að reyna að tryggja þessi meginmarkmið. Mér finnst þú vera í svona smá leikspili, það tilfinning flestar sem fylgjast með að það séu komin drög niður í ríkisstjórn þessara flokka. Það náttúrulega ekki komin drög að nýri ríkisstjórn. Nú fer þessar viðræður í gangi á Bessastöðum, þar sem að forsetinn ræðir við alla og við skulum sjá hvað kemur út úr því. Mér fannst nú svona á umræðin í dag í þinginu að það var ekki mikill áhugi á þjóðstjórn og mér fannst bæði Steingrímur J. Sigfússon og fulltrúi Framsóknarflokksins ekki tala fyrir þeirri leið, en meginatriðið það náttúrulega að koma á stjórn sem getur gripið til nauðsynlegra bráðaaðgerða fyrir heimilin og fyrir fyrirtækin, að það það sem þarf að gera. En geta þessi flokkar náð saman? Ég meina, þið hefði sett Evrópustefnuna á oddinn. Ég meina, lána Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Ég meina, ekki heimar á hafi, þið búin að semja það eins og reyndar fullt eftir fréttum? Það er náttúrulega alveg fráleitt að sé hvað ætlaði að semja í Evrópumál? Það er náttúrulega alveg fráleitt að sé búið að semja einhverja hluti. Við erum náttúrulega að tala það núna fyrst og fremst að það verði stjórn í skamman tíma
fram að kosningum og hún grípi til nauðsynlegra bráðaaðgerða. Ég leyfi mér að fullyrða að það verður sennilega ekki sótt aðild að Evrópusambandinu á þessum tíma. Það liggur þannig. Hins vegar Hvað með framhaldan til dæmis af Helguvík? Ég meina, boranir eftir... Þá ég segja nokkuð hvað eftirspurn eftir núna á Íslandi. Það að leita að því sem sameinar en ekki hinu sem söndrar. Og það sem að við getum ekki beðið eftir eru bráðaaðgerðir til varnar og hjálpar heimilum sem fara á hausinn, fyrirtækjum sem að leggjast á hliðina og valda miklu atvinnuleysi í landinu. Hér eru ofurvextir, hér geigvænleg kreppa framundan sem við viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að greiða úr. Þetta bráðavandinn sem við horfum fram á. Og síðan það líka lýðræðislegur vandi vegna þess að það krafa í þjóðfélaginu að efnt verði til alþingiskosninga. Og við höfum komið að þessum málum til þess að stuðla að því að þessi tvenn markmið nái fram að ganga. Varðandi það sem... Spyrja mitt. Ingibjörg Sólrún nefnir hérna nýjan forsætisráðherra efni sem Jóhanna Sigurðardóttir. Sér þú fyrir þér hana sem forsætisráðherra? Ég hef alltaf litið á Jóhannu Sigurðardóttir sem mjög náinn og góðan samherja minn í pólitík. Þó að við séum ekki í sama stjórnmálaflokkunum þá fara okkar skoðanir mjög vel saman og ég hef átt mjög gott samstarf við Jóhannu. En sérðu hana fyrir þér sem forsætisráðherra í samstjórn þessara tveggja? Já, ég segi nokkuð. Ég vil horfa út fyrir persónur og ég vil flokka og ég get alveg fullvissað það að þetta ekkert neitt leikspil af okkar hálfu. Við settum fram þessar hugmyndir þjóðstjórn í október þegar bankahrunið varð. Það var nota bene hugsað af okkar hálfu sem víðtæk og breið samstæða, pólitísk samstæða aðgerðir. Já. Ef að núna væri upp á teninum þjóðstjórn aðgerðarleysi, þá myndi ég segja nei við slíku. Þannig að spurningin snýst hvað meina það gera. Verður komið ný ríkisstjórn hér eða droga þenni annarkvöld? Ég held að sé alveg ljóst að við þurfum að fá nýja ríkisstjórn eins hratt og nokkur kostur og ég vonast til þess að menn verði búin að ná saman því að við megum engan tíma að missa til þess að grípa til bráðaaðgerða. Við höfum talað þessa bráðaaðgerði síðan í nóvember, lögðum þá fram 55 liða áætlun með Sjálfstæðisflokknum það hvernig við getum gert þetta og eiginlega endaði þannig í gær að við þurfum að koma bænaskjal til þeirra til þess að við myndum grípa til aðgerða. Því miður tókst það ekki og þá náttúrulega lá í augum uppi að þessi ríkisstjórn var ekki að grípa til þeirra aðgerða sem þurfti að grípa til og því fór sem fór. Þakkur fyrir komuna og yfir til þín, Sigrún. Já, hér á eftir fáum við meðal annars formann Framsóknarflokksins Sigmund Davíð Gunnlaugsson í heimsókn og Einar Mar Þórðarson stjórnmálafræðing. Komið sæl, við vona á Sigmundi Davíð Gunnlaugsssyni formanni Framsóknarflokksins til okkar en hjá mér situr Einar Mar Þórðarson stjórnmálafræðingur við Háskóla Íslands, velkomin. Takk. Þetta náttúrulega heilmikil tíðindi en áður en lengra haldið þá langar mig til að rifja upp fræg orð Jóhannu Sigurðardóttur sem fyrir löngu orðin fleik. Minn tími mun koma. Það var kannski þetta sem hún átti við. Já, það spurning hvort að tími Jóhannu sé loksins komin eftir öll þessi ár en hún verðist vera sem sagt forsætisráðherra efni Samfylkingarinnar og eins og við heyrðum á þessum herramönnum hérna áðan þrátt fyrir að þeir segðu að það væri ekkert fast í hendi með ríkisstjórn að þá virðist það vera svona líklegasti kosturinn í dag. Við heyrðum þá á Ingibjörgu hérna fyrir í fréttunum og rauninni Lúðvík að þau telja að þjóðstjórn komi ekki til greina og svo líka miðað við þau hnútukost sem að hafa gengið á milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks í dag þar sem að hvor kennir öðrum og þungorð hafa rauninni fallið að þá þykir mér svona þjóðstjórn ekki mjög líklegu kostur í þessari stöðu. Nei og við Ögmundi líst ekki illa á Jóhannu sem forsætisráðherra? Nei, hann sagði það að hann geti vel ímyndað sér hann sem forsætisráðherra, þannig að það svona mjög, að þetta allavega verið vera líklegasti kosturinn að það verði ríkisstjórn með Samfylkingu og VG með stuðningi Framsóknarflokksins. Svona með þessu hörðu skilyrði sem Samfylkingin setur Sjálfstæðisflokknum, finnst ekki blasa við að hún hafi þegar verið komin vel á vegum með nýja ríkisstjórnarmyndun? Hún hefði ekki þorað að setja þetta svona harkalega fram nema hafa aðra leið? Já, þetta náttúrulega alltaf svona spurning svona ákveðin spuna, hver slítur ríkisstjórnarsamstarfinu og hver gengur frá verkefninu og við sjáum það bæði hjá formönnum flokkana í viðtölum í dag og svo þingmenn stjórnarflokkana sem eru að fara frá núna, að nú benda allir hvor á annan.
Það alveg ljóst að menn hafa verið að velta upp þessum möguleikum og auðvitað eru náttúrulega þingmenn og ráðherrar svo sem alltaf að tala saman en svona miðað við það sem þið segja, það gæti þess svona verið komin hérna ný ríkisstjórn annað kvöld þá hafa örugglega einhverjar þreifingar átt sér stað undanfarna daga. Við sáum forseta Íslands koma með óvænt útspil hér á Bessastöðum síðdegis. Hann setur skilyrði og hann segir bara að þingrofsvaldið ekki lengur hjá forsætisráðherra og þú heyrir viðbrögð Geirs H. Haarde við þessu áðan. Já, þetta er greinilega skilningur forsetans og það er ákveðin galli að það er talað þetta þingrofsvald í stjórnarskráni og það er rauninni sagt þar að forsetin hafi þingrofsvaldið en svo náttúrulega sagt á öðrum stað að ráðherrar framkvæma vald forseta og við heyrðum það líka á Sigurði Líndal að þetta svona kannski hefur ekki verið svona hefðbundin skilningur á þessu ákvæði og ég tel að forsætisráðherra og forsetin séu ekkert sérstaklega sammála þetta. Ef við lítum til sögunar þá hefur það reyndar einu sinni gerst að forseti hafnaði því að verða við þingrofstillögu forsætisráðherra. Það var Sveinn Björnsson 1974 þegar vinstri stjórn Ólafs Jóhannessonar sprakk að þá rauf hann óvænt þing í andstöðu við meirihluta Alþingis og þá tók Kristján Eldjárn sér umhugsunarfrest hvort hann ætti að verða við þessu og þetta kannski svona svolítið lýsandi fyrir eins og nú erum menn að kalla eftir nýrri stjórnskipan, nýrri stjórnarskrá. Það eru kannski mörg svona atriði sem eru svona tiltölulega óljós í íslenskri stjórnarskrá og við sjáum það að Geir H. Haarde allavega telur þetta vera nýja lagatúlkun þó hann kannski getur tekið undir það með forseta eða undir það að það væri kannski óheppilegt að starfandi forsætisráðherra í ykkur svona starfsstjórn myndi rjúfa þing eða fara fram að það við forseta. Er forsetinn að fara í annað stríð við forystu Sjálfstæðisflokksins? Það er ómögulegt að segja. Það er líka nokkuð merkilegt að hann skuli setja fram svona 4 atriði sem að honum finnst að næsta ríkisstjórn eigi að gera. Það hefur ekki tíðkast áður en eins og forseti svo sem sagði að það eru óvenjulegi tímar en náttúrulega ef það er komin ákveðin vilji hjá meirihluta Alþingi fyrir ákveðinni ríkisstjórn þá kannski getur nú forsetin ekki, hann getur nú ekki beitt sér mikið fyrir því en svo má þetta segja að þessi atriði sem að setti fram þetta eru mjög almenn og ég held að allir svo sem geti tekið undir þau þannig að en vissulega á þetta eftir að valda örugglega einhverjum sjálfstæðismönnum og jáfnvel öðrum miklu hugarangri að forsetinn setja þetta svona fram. Hvaða afleiðingar heldur það þessi stjórnarslit milli Sjálfstæðisflokks og Samfylkingarinnar núna hafi á möguleika þessara flokka til nýrra stjórnarmyndunar að loknum kosningum í vor? Miðað við allar þessar yfirlýsingar sem hafa gengið í dag þá tel ég nú að það sé nú tiltölulega ólíklegt en við verum þó auðvitað að muna að Sjálfstæðisflokkurinn kemur til með að velja sér nýja forystu og það getur þá auðvitað gerst að það verði þá einhverjar sættir þarna á milli en svo staðan í dag eru menn greinilega mjög sárir og reiðir en svo auðvitað náttúrulega rennur það að mönnum og menn auðvitað verða að vera praktískir en svo sem ef að þessi stjórn gat ekki gengi þá finnst mér ólíklegt að einhver ég meina þessi flokkar geta endilega þá starfa saman eftir einhverja 3 mánuði. Ef þeir mynda núna vinstri stjórn og þá með stuðningi hugsanlega bæði Frjálslyndra og Framsóknarflokks eru það ekki skilaboð að þeir ætli sér að halda áfram að loknum kosningum? Já, það náttúrulega erfitt að meta það væntanlega koma menn til með að sjá hvernig þetta samstarf gengur og ef mönnum líkar þetta samstarf þá það ekkert kannski ólíklegt eða ekkert útiloka að þeir myndi þá einhvers konar bandalag en það reyndar hefur verið mjög sjaldgæft í íslenskri stjórnmálasögu og við vitum það að hingað til hafa flokkar nánast alltaf gengið óbundnir til kosninga og það væri þá nýtt ef menn myndi eitthvað svona rauðgrænt bandalag en það er auðvitað náttúrulega fordæmi fyrir þessu erlendis og þetta slík ríkisstjórn er
til dæmis í Noregi núna og þetta ekkert óhugsandi ef að vel gengur og ef að má marka kannanir að þá, og ég held ég getum alveg gefið okkur það að það verði ákveðin vinstri sveifla í landinu í næstu kosningum, hvernig svo sem að fylgi svo raðast á flokkana, við sjáum það að vinstri-hreyfingin Grænt framboð að mælast náttúrulega gríðarlega vel í könnunum, Samfylkingin reyndar hefur nú hrunið í könnunum undanfarið eða í þessum síðustu 2 könnunum sem við höfum séð, þannig að en það ekkert, en þetta í rauninni allt opið og við sjáum að það rauninni einstakt hvað mjög margir kjósendur eru til dæmis óákveðnir og óvinnuhátt hlutfall sem eru óákveðnir og við getum líka séð að það komi fram ný framboð, þannig að það er allt opið í næstu kosningum. Já. Geir Haarde heldur því fram að Samfylkingin sé sundruð. Er það rétt? Hún sé tvístruð. Það sé vandamálið. Já, og Samfylkingin hélt í fram á móti að Sjálfstæðisflokkurinn væri sundraði líka. Það allavega ljóst að það var orðin mikil óánægja innan þingflokks Samfylkingarinnar með þetta stjórnarsamstarf og kannski eins og Geir sagði að þeir setja auðvitað Sjálfstæðisflokknum ákveðna afarkosti sem að kannski nánast var vitað að Sjálfstæðisflokkurinn gæti ekki gengið að, en ég vissi það, veit það að innan flokksins var umdeilt hvort það ætti að halda þessu samstarf áfram eða mynda vinstristjórn. Já. Einar Már Þórðarson, þakka fyrir því miður. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, hann var á leiðinni til okkar, en hann hefur því miður ekki náð, þannig að við verðum bara kveðja að sinni þess að fá formaður Framsóknarflokksins til okkur og yfir til þín. Sigrún. Já, við látum Íslandi í dag lokið hér í bili. Sjáumst hér aftur á sama tíma á morgun. Verið sæl.